og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan heilsumóla. Í dag ég svo heppin að hafa hjá mér hérna hann Rúnar Gíslason sem eigandi Spírunar sem bara, ég ætla að leyfa mér að segja, hollasti veitingastæði landsins. Já, við reynum að standa því nafni. Já, en verður velkomin. Takk fyrir það. Og mér langaði bara að fá þig hingað aðeins til þess að kynna kannski hugmyndina á bak við Spíruna fyrir fólkinu sem þarna úti, því að mjög margir sem að hlusta eru farnir að mæta reglulega á Spíruna sem rosa gaman. Og nú náttúrulega komið sumarsalat heilsuverðlu. Jú. Svakalegur seller, sko. Er það ekki? Jú. En þetta nú bara var svona við náttúrulega hefum 4 dætur og þetta byrjaði nú bara sem fikt, sko. Við búum hann í Smárakörðinu í Kópavogi og við vorum svona, leiðum okkur svolítið take-away og það sem var svolítið svona uppáhalds var það var gló, Ella og Sollu og bara við vorum agalega hrifin af því en ég var alltaf, salutin aðeinslega, ég vilja hafa meira úrvala próteinum. Það var svona það sem var lagt upp með og svo var náttúrulega líka í hverfinu var náttúrulega Austurlandarhaglistin og það svona fínir staðir ef þú vilt leyfa þér aðeins og svo búllan svolítið í uppáhaldi hjá mér svona ef það eitthvað svona trít og svo gerist það að ég náttúrulega með kokkana vislu þjónustu við ætlum að vera á fermingadögum hjá Garðheim þá sé ég að það búið að setja fyrir og ég var alltaf með eitthvað svona konsept í hausnum sem að sem þurfti einhverja staðsetningu og það bara við erum bara að byrja nokkru vikum seinna. Já. Og ég bara fiktaði mig áfram í svona 6 mánuði. Það var nú bara, nýja matseðil og en grunnurinn var þessi að mér langaði í þessi salat. Mér langaði ekki í hveiti í matnum mínum. Mér langaði ekki sykur í matnum mínum. Ég hins vegar get alveg fengið mér köku en ég vil bara ekki hafa það í kjarna matnum mínum. Já. Þannig að við erum með, í réttum dagsins sem alltaf 3, það alltaf vegan, fiskur og kjöt, þá erum við ekki með hveiti eða sykur. Aldrei í súpu dagsins, hún alltaf vegan, aldrei hveiti, aldrei sykur, alltaf bara múluð saman. Það bara, ef það stendur paprikusúpa, þá bara fullt af grænmeti, aðalega paprika þá, og kókosmjólk, og það bara sett saman með töfrasprota, stórum. Skilur við, það það sem heldur súpunni saman. Í staðin fyrir að hveiti eða mæsin eða eitthvað list. Eitthvað binding. Eitthvað binding. Þannig að þetta grunnurinn. Svo erum við bara með gúrmei kökur á kantinum. Fyrir selkerana? Já, það bara, en við erum líka alveg með döðlugottið okkar sem byggist bara búið döðlum og kókos og kakói. Þú getur alveg farið þarna, en svo alveg kökur líka. Þannig að, þú getur verið búið með matiðinn og þá getur alveg farið í smá sykur með, en það ekki í matnum þínum sem þú valdir að borða í hádeginu eða kvöldi, sko. Mér finnst líka, að það rosalega vel út látið máltíðnar. Já, það alltaf svo mikið það mikið að íþróttafólki og við höfum alveg fengið kommenta á þetta að því að það ekki allir sem í ræktinni bara 6 sinnum í viku eða eitthvað og sérstaklega eldra fólki bara svona, þetta svolítið stór skammtur. Já, gaurinn í hádeginu, hann kláraði þetta samt alveg og borðaði súpu með, sko. Þannig að það við erum alls konar, en það hjá okkur náttúrulega á rétti dagsins, þá máttu að fá ábót. Skilur við, þannig að ég svona, við gætum minnka skammtan aðeins og þú kemur bara að borðinu og farið ábót, það bara minnsta mál. En við höfum alveg farið í það, þú færð bara fyrir allan peningin og aðeins meira á diskiðin. Og svo fylgir náttúrulega alltaf, við erum með te og kaffi, kaffi og það fylgir með réttum dagsins og súpa og brauð og brauðið var byggt upp þannig að það bara spelt og fræ og abimjólk. Það ekkert annað í spírubrauðinu. Þetta uppáhald brauðið heima hjá öllum börnunum. Þetta eina brauðið sem ég fæ ekki, þembing í magan. Skilur, þannig ég eins og bara í hádeginu í dag, ég fæ mér eina sneið og hummus á og svo fekk ég mér kjúklingin í dag, skilur og það bara, ég fæ ekki eins og ef ég myndi borða annað brauð sem að látið hefa sig og minna súrdegi betra, en minnst ég samt alveg fá í magan af því, skilur og svo bara við sem erum ekkert að engjast, við þurfum ekkert svona mikið af kolvetnum. Nei, það bara þannig, sko. Þannig að mér finnst voðalega gott að fá þetta með. Einmitt.
fína trefjar og svona í brauðinu. Þannig að þú veist, þú ert að fá rosa stóran part af því sem þú þarft og næringarefnum, trefjum, próteini, þú veist, við erum að passa vel upp á þetta, en það er rosa stór partur af kunnahópnum eru fólk sem er svona, hvað maður að segja, og alveg íþróttafólk, en líka bara aktíft fólk. Já, bara svona fólk sem hugsa heilsuna. Já, það er þannig og það bara eins og ég segi, þetta svona þannig var staðurinn, þú veist, svolítið sjálfhverfa, en þannig var þetta hannað í byrjun. Mér langaði í þetta, þú veist, svo eins og Austurlandaralistin, þá voru ógeðslega góðu kjúklingur og svona, og þú veist, þannig að þá erum við að gera okkar eigin paste, eins og Norður-Afríku kjúklingurinn sem við erum með þarna, þú veist, við gerum pastein sjálf, þú veist, þetta er, þú veist, við setjum kryddin og laukinn og allt saman gert á pönnu og maukum saman og allt frá grunni, skilur, þannig að það er líka, þú veist, ég veit nákvæmlega hvað fór á diski minn, allavega þegar ég er að borða, þannig að, en sko, og svo er þetta bara með kjúkling og þetta er svolítið einfalt, svo auðvitað lendum við því síðan að salutin, þau verða misvinsæl og stundum svolítið sópa saman á að vilja allir einhvern veginn brokkoli, blómkál, hvítkál og grænt og þetta er svolítið svona stundum eigum við alveg verið duglegri við að fá nýtt en hitt er bara, við tökum út brokkoli og það er bara, hvað er brokkoli? Skilur við, það er svolítið að því við, svo á þetta bara að vera þannig að við höfum að gera það sem kunni vill. Ég ætla ekki að stýra honum eitthvað í burtu frá brokkoli, hann vill að brokkoli. Næringaríkt og gott. Já. Ég elska þegar rauðrófur, þá er ég alveg Ég er sama en sko, þetta er svona eitthvað love-hate relationship sem fólk á við rauðrófur, svona svipa og kóríander. Það er svona, fólk elskar að hata þér og það annarkvort elskar þér eða hata þér. Já. En hvernig, sko, hvaða ár var þetta sem þið byrjuðu með það í gömlu garðheimum? 2016. Já. Og fannst þið viðtökurnar strax góðar? Var fólk strax bara að vera að bíða eftir svona staðið, áttaði fólk sér kannski ekki endilega á því? Ég talaði alltaf þetta í byrjun, sko. Að þetta væri svona hreint? Nei, ég bara, ég mætti fyrsta hátið og sá svona að því það hefði verið spíran hefði verið áður undir öðru konsepti. Okay. Já. Og ég sá svolítið að við opnuðum bara og byrjuðum eitthvað að elda og ég byrjaði eitthvað að fikta og svo bara bætti maður við starfsfólk svona því þetta var náttúrulega ég notaði kokkana fullt til að hjálpa mér því að það þýtti bara minni kostnaður í byrjun maður var að fá undirbúnsvinna hjá þeim og svona alls konar þannig að stundum þurfti maður að kippa fólki yfir eða mikið að gera og svona og þannig byrjaði þetta þannig að hjálpa okkur rosalega að vera með svona stuðning þurftum ekki að vera fastráða skilur gáttu bara kannski fengi lána fólk hinum einn og allir voru til í að vinna þess með og þannig að það, en svo náttúrulega vorum við ekki á kvöldin fyrst Nei. Og við vorum með þess að bara 5 daga vikunar, við vorum bara mánudag til föstudags í hádegi svo Svo fór eftirspurnin að vera meiri Svo fór þetta bara, já, það fór alltaf að aukast og kaff og kökur fór að aukast og það bara byrjar svona fórum all in að því ég er kaffimaður sjálfur og vil ég vera með alvöru kaffi ég passaði upp á það svo vorum við að gera kökur og svo fór ég líka að taka kökur hjá Örvari bakara hann hefur verið með að búið til deig fyrir mig og þá hefur verið að baka það á staðnum þannig að það sé nýbakað og en eins og Mareskakan hún er bara alltaf best hjá okkur bestseller og hún er náttúrulega það sem við lögum botnana sjálf en það eru botnanir, ég fæ hvergi svona botna þannig að við, það er alls konar svona og þú veist hvað er í þeim ég veit hvað er í þeim, en það er ógeðslega mikið að sigri en engin aukaefni nei, þetta er bara alveg bara orginal uppskriftin, það er ekkit nei og svo er bara rjómi og það er bara ekta rjómi og þannig að þetta eru svona, já, þetta er, ég er alveg sammála því, en það er nú að sigri í henni. Já, en fólk hefur alltaf val, en ég er allavega á því að mér finnst, ég vil mér frekar mat sem er með sigri en gerfisætu. Ég er bara þar. Sama. Þannig að, sko, frekar að fá mér eina marastertu sneið en eitthvað próteinstykkir. Algjörlega. Og svo bara eins og svo eru náttúrulega með crème brûlée í brönsinum og þú veist, það er sigur í uppskriftinu af því, hvítur, en það er náttúrulega rásigur þegar maður brennir sko þannig að það er, en svo fær maður þessi bara smá skeiðskiluru á diskinn og
smá svona, svo alltaf rákaka líka í brönsinum. Það er bara það sem við lögum, hnittusmjöri og Rosa góð. já, hún er rosa góð, þú fær bara lítið svona á eftir, mér finnst vola gott að fá með pínu á eftir. Já, skemmtilegt. Og brönsin, allar helgar, hvenær byrjaði hann þá? Já, hann byrjar þessi svona 6 ár síðan. Og búin að vera í svona 2 ár. Og svo bara óksólum minna, hann er rosalega vinsæll. Það voru sko rétt tæpir 600 helgina sem voru í brönsi. Já, þetta er rosalega mjög. Við opnum 11, við lokum 3. Já. Og svo erum við að selja sérrétti og svona eftir þetta. En við erum að vísa frá ábyggilega á bilinu 20-30 manns hverja helgi sem fatt ekki að fara inn og bóka. Já, það mæli með fólk bóki borð. Það bara alltaf. Það var ógeðslega leiðilegt á mæðradaginn að vísa frá svona mikið af fólki. Það var alveg ferlega leiðilegt. Sko. Að því maður sér að fólki komi allir leið og ég bóka alltaf borð sjálfur áður en ég legg á stað á veitingastæði. Mér myndi aldrei detta til að mænta ópantaður, skilur. Þannig að það er bara nöðsöld. Þá færðu bara þitt sæti og... En ég held þetta sé pínu nýtt hérna á Íslandi sko að þurfa að bóka borð. Er það ekki í brönns? Eða er það kannski bara... Nei. Ég held að það sé alveg meir en 10 ára gamalt. Alveg frá interneti svo kallað. Ég hef bara ekki verið svo dugleg að fara. Og dænat náttúrulega náttúrulega, þú veist, þegar það kom inn, þá náttúrulega bara dattið inn á alla staði einhvern veginn. En það er alveg, já, nokkur ár síðan, sko. En fólk fyrir bara inn á spíran.is. Já. Þar finnur það. Og bara bókar borð og betra panta seint en ekki, sko. Þú veist það bara, þú sért bara vakning klukkan 10 með stýrunar í augunum og ákveður, herrið, ekki kíkja á eftir. Bara ekki þarf að taka sensin. Farðu bara beint inn á spíran.is, bókaðu borð og mættu. Það er langt best, sko. Og hvað finnst þér að hafa lært mest af þessu ferðalagi? Nú komin þó nokkur ár síðan spíran opnaði. Já. Ég veit það ekki. Bara fyrst og fremst er þetta bara búið að vera gaman. Ég, sko málið er að, ég hef alltaf gaman að elda. Og það er svona það sem að, þetta er ekki, ég er ekki að velja með vinnutíman. Við getum orðað þannig. Þú veist, það er, sko veitingabræðsin er ekki að velja vinnutíman. Það er allt annað. Þetta er mikil vinna, margir tímar. En ef ég hefði ekki gaman að því, þá væri ég klárlega ekki í þessu. Af því að þetta eru allir dagar. Það er, veist, ef maður er ekki út í bænum, ef maður mættur á lögutum, og maður er komin milli 9 og 10 og fer yfir hlutina og passar upp á. Þannig að það er þetta er ekki vinnutíminn. Þannig að það er fyrst og fremst líka bara gleðin að fá að elda, fá að gera það sem þig langar að gera og svo líka bara, veist, ég er bara alltaf að díla með eitthvað glatt fólk. Já. Bara, mér finnst það bara mjög gaman, sko. Þetta stundur svolítið eins og félagsmiðstöð. Já. og það er rosalega mikið af fólki og ég bara, ef ég ætla að ná einhverju vinnu, ég til dæmis myndi aldrei geta unnið fram í sali ef ég ætla að fara í tölvuna þar eða eitthvað svoleiðis. Það er bara ekki séns. Ég verður alltaf að fara inn í kokka og loka mig af þar og glamra á borðið, skilur. Ef ég ætla að setjast niður í einhverja tölvuvinnu, sko. Einmitt. En hvaðan sóttur innblasturinn í, þú veist, að þróa réttina? Sko, ég er fyrir rosa einfalda mat, ef við getum sagt það sem þannig. Ég er rosa mikið fyrir svona brassir í bistrómat. Rosa einfalt, fái hlutir og gera það bara vel. Og þannig hef ég alltaf verið. Til dæmis eins og við erum með ristar og þá bara hringdi ég í Brauð og Kó að því við svona auðvitað takmarkast svona plássi hjá okkur og svona og ég fann bara að mér fannst þetta bara beist að súrdeigsbrauð og þá bara dílaði við þá að fá það. Og þetta er bara hluti, svona förum við lögum focaccia sjálfur og spíribrauð en við erum að taka súrdegi á þeim að því þeir eru bara rosalega góðir í því. Já, og lífrænt. Og lífrænt og þeir eru rétt hjá mér og ég bara pikkaði upp á morgnana. Þú veist, það er bara voðalega næs. Svo eru þeir svo easy going og góðir, sko. Þannig að en svona, já, hvatningin er bara, þetta er, eins og ég segi, þetta er rosalega sjálfhverfa. Ég er að gera svona hluti sem ég langar að borða. Það er bara svona, og þá eitthvað svona létt og ég til dæmis er mikill nautakjötsmaður. Og þannig byrja til dæmis naut og bernes á föstum. Ég meina, þetta er
sko, naut og bernes hefur alltaf verið rosalega gott hjá mér og bara mikið heima, við eldum mikið nautakjöt heima helgar og svo það þannig að við erum að nota nautamjöðum og allir þessi vöðvar sem eru svona vinnslu vöðvar í dýrinu og þurfa smá möndl og smá nutt og vera lengi í ofni, þeir eru svo bræðmiklir. Þannig að við bara náðum þessari tækni bara mjög vel strax, þetta var búið að vera í svona haustum á mér og í dag þetta bara, þú veist, 500 mann sem koma þarna á föstudögum og ná sér naut og bernes. Wow. Við erum að nota 30 kíló smjör á hverjum einasta föstudegi. Sko sonur minn elskar bernes svo mikið, hann byrjar alltaf auka og bara... Já. En við svona förum, og við gerum sko í svona þessu sko tæknilega heitir þetta, við förum aðeins lengra með smjöri heldur bara bræða, við búum til svona noisette smjör svo kallað sko, sem svona svolítið hnetu kemur í, þannig að þá mér finnst það best sjálfum og enn og aftur, sjálfhverfan þá bara hef ég það þannig og það bara, eins og ég segi, það koma svakalega margjurinn á sér í þetta föstum. Alveg rosalega. Já, þetta alveg, en eins og ég segi, þetta gengur fljótt fyrir sig, en það rosalega oft komið röð bara klukkan 11 þegar við opnum. Og fastakunnandir mikið. Já, þið eru með heitiréttina milli 11 og 2. Já, svo aftur milli 5 og 8. Já. Svo brönsunum helgar milli 11 og 3 og svo opið fram til 5. Og nú náttúrulega bara, svo erum við náttúrulega, við höfum verið með fermingar í salnum og jólahlaðborð og ársatíðir og svona. Þannig að við höfum notað laugardagana fyrir það og við erum að loka klukkan 5. En við sjáum hvað útisvæði gerir í sumar. Það náttúrulega, við byrjuðum síðast árum útisvæði sem versta sumar í manna minnum. En það var samt fáránlega gott sko, fyrir okkur, að því við erum með skjól alveg út 2 áttum. Já. Þannig að þetta, sko, ég held bara núna í maí að við séum að nálgast bara dagafjöldan sem við vorum með síðasta sumar úti sko. Að því þetta svo svakalegur heitapottur þegar að sólinn kemur sko. Já, bara skemmtilegt að hafa gróðurinn í kring og plönturnar og þetta mjög... Svo náttúrulega bara hítar og teppi og það alltaf gaman að sita úti. Þó maður seti smá teppi á sig og hítar hann í gang og þannig að það bara næs að sita, ef það kalt á kakó, annars bara hendir í einn Aperol. Já, nú það frá flotta nýjan vínsel. Já, nú við með vínsel og það bara hefur gengið alveg svakalega vel og kampavín og freyðivín og kava og prosecco og bara... Þannig getur maður verið bara úti og maður bara passa sig að vera ekki laðurinn að S.A. í lok sumars. Liggi bleiti. Liggi bleiti. Nei, það alltaf gaman að fá sér einn og einn. En ég heyri það að þú gerir þetta mikill ástríðu og ég fann það þegar ég var svo heppin að fá að vinna með þér að gera þetta sumarsalat. Ég fann bara þegar fannst þetta alveg spennandi verkefni og að gera sósuna og fínpúsa, bæta aðeins meira engi fyrir í og okkur svona. Mér finnst það rosa gaman. Ég alveg bara ég veit ekki, mér finnst bara gaman að elda og mér finnst gaman að borða bara þannig að það svona bara það sem ég hef gaman að og þess vegna eins og ég segi þetta ekki gert verið vinnutíman það algjörlega kristaldæri það ef hún myndi spyrja konuna svona hvað ekki gott að rúna sig í veitingabarasanum, ábyggilega rosa fínn vinnutími það ekki þannig. Nei. En mér datt allt í einu hugsun í lokin sko talar að þú byrjaði með spýruna bara því ykkur langaði í bara betri og hollari mat. Já. Hugsaðu mikið heilsuna? Ertu heilsusinnaður? Já, við gerum það. Mjög mikið. Og bara líka fyrir krakkana við svona við erum rosa mikið til dæmis bara eggja fólk á mótnana. Bara og við lögum alltaf egginu okkar helgar. Og þá yfirleitt tekum maður svona fyrsta rándi í því sem í gangi, hvort það eru veislur eða spýran og svo yfirleitt kem ég heim og elda og þeir sem eru heima, þeir fá eggin sín. Hvort sem það skrambúld eða spæld eða eitthvað svona. En já, ég myndi segja að við værum mjög heilsum meðvituð. En þú veist, það ekkert heilagt. Við erum alveg eins og ég segja, fá okkur búluna eða eitthvað svoleiðis. En við erum ekki uppbökuðum sósum og til dæmis ef við erum að gera vel við okkur helgar þá uppáhalds ekki nema ég gerir bernesema
þá það bara svona þessar marineringar sem ég að gera á kjötið. Það bara til dæmis tekið í litla skál og sæt og það kannski farið bara svona eina skeiði viðbót yfir kjötið. Og en á öðru leyti þá þetta bara steikt grænmeti, grilla grænmeti, kartöflur. Ég alltaf með svona 2-3 meðlætis bakka eins og til dæmis þegar við borðum voðalega mikið saman á sunnudögum. Það er slett. Já, mjög næs og svona fjölskyldu og þar koma, við náttúrulega erum orðið svolítið mörg, sko, það elsta býrendar úti og kærasti, en við erum 9 þegar allir komið saman. Og við, þannig að þetta er hávært borð út af móðurinni og það er rosalega mikið spjallað, en þá ég alltaf eins og ég segi, með svona 2-3 meðlætis svona hluti með og það borða bara þyngdarlega séð, þá alveg með 50-50 af kjöti, meðlæti og svona. Og eins og ég segi, bara ég gerir lambahrygg heima, þá nota ég uppbakaða sósa því ég vil bara fá mömmubragðið. En öðru leyti erum við ekkert í því og svona erum mikið í salati, grilluðu grænmeti, þannig að ég myndi segja það já. Og allir svona frekar í hreyfingunni heima fyrir, sko. Það ekkert endilega í afverksíþróttum en svona, konan meiri að hlaupa og ég að hjóla og skíða og allir eru með svona sitt. En það nú líka bara heilbrigðasta. Afreksíþróttir ekkert endilega hollasta heldur, sko, þannig. Þetta meira til að vera gaman saman með vinunum og leika, sko. Rækta félagslegu heilsuna. Félagslega heilsan skiptir gríðalegu máli. Nákvæmlega. En svona aðal ástæðan fyrir mig langaði að bjóða hinga bara að ég held nefnilega séu margir þarna úti sem að hlusta, sem gerir sér ekkert endilega grein fyrir hvað spýran með hrein hráefni. Þú gerir hver einustu sósu frá grunni. Allt saman. Bara allt. Bara til dæmis ég svo talandi aftur sjálfhverfuna, sko, það bara ég svo oft orðið fyrir vonbrigðum þegar ég fer og fæ sesasalat bara allstaðar skilur á mörgum stöðum og ég ekki að segja allstaðar og til dæmis fyrir mér var bara að því að sesasalat heitir náttúrulega sesasalat að því að það þessi frábæra dressing sem með mjög svona sérstöku bragði og ef hún ekki almennilega gerð þá finnst mér bragði ekki gott. Þannig að við gerum þetta allt frá grunni. Ég er nýbúin að læra þér ansjósur í sósunni. Já. Það vissi ég ekki til. Nei. Það gerir blandan við hvítlaukinn og þetta, bara gerir þetta bragð. En til dæmis eins og, ég manna til dæmis bara eins og þegar ég var að læra bara upp á Holti, rétt upp úr 90, þá var það þannig að það var notið síld í staðin fyrir Já. Og hvernig var bragðið þá? Sko málið þegar þú ert 19-20 og með óþroska bragðleika þá ertu bara þegar þú veist að þú varst að setja síld ofan í og ég reyndar síldamaður, ég elska góða kryddsíld og marinera en ég svona man að ég var ekkert alveg að sjá þetta fyrir mér en svo bara ég elska Cæsarsalat í dag og Cæsardressingu og þannig ég hef bara svona en þetta verður að vera heimalagað alveg svo þegar við gerum dressingunum fyrir salatið því þetta bara þú gerir eitthvað grunn og þarft að fá einhverja sýru og salt og eitthvað svona svo gott að hafa smá eins og við gerðum hindber, smá kemur smá litur svolítið vel engi fyrir færðu svolítið smá svona sterkju í hálsin og það verður að spila svona alla pallettuna í munninum sitt lítið að hvoru þannig að en svo náttúrulega settum við saman þetta hráefni svo bara eftir hverju erum við að leita við erum að leita eftir próteinríku settum við smá spínatinn avokadóið, eggin kjúklingabönir þannig að þetta þú lést setja þetta hann inn í Lifetrack já. Og það kom vel út já, mjög prótein og fyturíkt og ef maður, fólk ræður náttúrulega hvort það setur alla dressinguna eða ekki já. Það hægt að finna þetta þannig í appinu bæði með
Já, það er að finna salatið án dressingarinnar og dressinguna sér. Já, Þannig að þá ræður hvað þú setur mikið. nákvæmlega. En svo, nákvæmlega, þú veist, það er settur smá grunnur og svo fylgir alltaf skál með ef þú vilt setja meira. Því að það er, við komumst bara að því að það eru 2 típur af fólki, aðrir sem vilja drekja salatinu í dressingu og aðrir ekki. Þannig að við setjum bara alltaf smá grunn og svo getur þú bætt við. Akkurat. Þannig að svo eins og ég segi, svo er voðalega fínt að fá sig kannski 1 spírubrauð með hummus. Hummus er náttúrulega æðislegur. Þannig að þá færðu við bara enda meira trefjum og Já, íþróttafólki þarf kolvetnin og heilin. Já, algjörlega. Þannig að það er bara ég vil bara minna að við heppnast vel. Það er allavega mikil ásókn í salatið og hefur bara líka vel. Ég er allavega í skíunum með þetta, sko. Já, bara gaman að heyra. Það er og sumarsalat og það er að koma sumar og það verður betra sumar enn í fyrra. Allan dagurinn dag er æðislegur. Já, hann er frábær. Og það þessi vika verður held ég bara öll æðisleg. Já, ég held það. Það er þannig. Æðislegt. Er eitthvað að lokum? Nei, ég bara vona sumari verður bara gott. Ég bara, maður ætlar að njóta þess að vera heima og leika í sumar og þá bara vil ég að veðri sér gott. Og mögulega fá sér einn kaldan á útisveðinu. Það er svona það sem maður var alltaf kannski að vera aðeins að fá að njóta. Og hjóla svolítið. Æðislegt. Heyrðu bara takk æðislega fyrir að gefa þér tíma til að koma. Já, það var lítið. Og ég vona bara sem flestir skelli sér á spýruna við tækifæri.